Nú erum við búinir að undirbúa átakaskránna og nú ætlum við að taka Revit þessa átakaskrá og innbota inn í Revit og búa til top surface eða sem sagt landslag í Revitinu. Hérna er ég búinn að taka allar línunar hérna og búa til pólíninu úr þeim öllum, stilla þær í rétta hæð. Við myndum sjá þetta betur ef við öxa hérna bara út í sluggana aðeins og ég ætla að velta myndinni og sjá hérna að við erum búin að taka hæðlínunar og stilla þær af í rétt elevation, rétta hæð. Þannig að þegar við setjum þetta inn í Revitið þá getum við nýtt okkur þessa hæðalínur. Ok, þannig að núna næsta skref hjá okkur er að einsetta eða setja átakaskránna inn í módelið hjá okkur. Til þess að byggja top surface eða landslag út frá átakaskránni sem við vorum að forvinna áður. Og við fáum þessa skrá, eins og ég sagði áðan, frá byggingarfulltrúa eða skipulagsstofnun eða skipulagsfulltrúanum. Og það sem við gerðum vegna þess að við vorum ekki með hæðalínunar þá lagði hann til. Þannig að hún er með hæðakótunum. Við förum inn í Import CAD. Það er hérna. Og við finnum skrán okkar. Þau eru búin að finna hvar skráin er ekki. Smellið hana og við ætlum að passa okkur þessi afhaka hérna current view only. Þannig að við viljum sjá nefnilega þessa tekníku í fleiri viewum heldur en bara hæði 1. Ef við erum að haka hérna við current view only þá byrtir þessi skrá eingöngu hérna í hæði 1. Við myndum ekki sjá hana neitt annað þar. Við ætlum að hafa litina hérna bara eins og þetta kemur. Og við ætlum að taka inn alla layerna og auto-detect hérna kemur þá bara sjálfkrafa inn og ég ætla að setja hana hérna í manual. Við getum líka haft origin auto-origin það því að ef skráin er með staðsetningarpunktunum eins og kemur oftast frá landfulltrúa og þá munum staðsetja sig nákvæmlega í rétti hlutakverfi með landkerfið. Við skulum prófa þessa núna samt á origin open hérna, ekki haka hérna og origin view og við erum með rétta blaði hérna. Það er mælablað húsakata. Mitt heiti Vinsla kennara, þetta er svona kennslu. Þið eru vantanlega með þetta hérna blað sem þau eru búin að vinna í Open. Og þá er það smá tíma að lóta sig inn. Þarna komum við inn. Við erum kíkja hérna í viewgluggan og kveikja hérna á default 30 view. Og kemur hérna. Þið sjáu hvað gerist hérna. Húsið okkar er ekki staðsett í réttri hæð. Það er bara eins og sett í núlkódanum. Landi aftur á móti kemur hérna uppi. Þið sjáu hérna ef ég smelli á þetta. Og kemur þetta upp, þetta er import symbol, þetta er sem sagt TAG skráin okkar. Það sem ég get gert líka, ég get dýtt hérna á query eða query eða hvernig maður segir það og þá getur maður skoðað hvern layer fyrir sig og þá getur maður skoðað heitin á layerunum. Þetta er mjög gott því að við viljum bara nota þessa layera hérna sem er hérna uppi sem viðmið fyrir landið okkar. Þannig að munið hérna layer hérna heita hæðalínu 500. Þessi hérna, þetta er bara sami layerinn allt saman.
Stundum er þetta 2-3 legir frá fullorðna, þá eru kannski 1000 millimetra línur eða metislínur, hálfsmetislínur og svoleiðis. Þannig að skoðum þetta aðeins vel svona, ok. Það er komið. Ég er að skip hérna og ég fer inn í dálkinn sem heitir Massing a Site. Áður við förum að búin til Tosshouse Súrsvæð, það sýnir hvað hérna smá er. Ég fer hérna inn á, í brotisbrástarinn hérna, inn á lóðina. Það kemur þetta svona út. Ég sýnir ykkur á hvernig við getum skoðað viðkomandi legir. Sko, það eru nokkra legir til þess að búa til svona land. Við ferum Massing a Site hérna og íta Top Surface hér. Þá er hérna, sko, venjulega þá gerir maður place a point. Þessa hérna línu. Og maður skrifa þá hérna inn, sko, hvert punkt fyrir sig. Eins og maður ætlar að gera hérna punkt sem er þá 74.500, þetta er í svona. Og þá getur farið að teikna inn hérna punktana. Þetta getur maður að föndra við og hann fer að búa til landið strax og myndi maður halda áfram og klára þetta og fara svo í næsta. Svona. Það tekir svolítið tíma. Þar sem við erum með átakaskrá og hún er í réttum hæðum. Svona. Ég ætla bara að hætta við þetta. Ok. Þá ætlum við að nota einhver með Tosshouse og create from input hérna. Select input instance. Og þarna erum við að fara að vinna með DVG eða DSF eða DGN format. Sama ferli, sama hvaða skrá við fáum, sko. Select import og þá smelli ég hérna á átakaskránna. Og hérna, sko, við vorum að skoða á hvaða legir eru sem eru þessar hæðlínur. Og við erum bara einn legir hérna sem er skilgreinda hæðlínu hjá okkur, þannig að við afhengum allt hér. Með bara þessar hérna hæðlínur. Og ítir svo bara OK. Svo, þá staðsetur hún punktana fyrir mann. Maður gæti gert þetta handvirkt, þannig að það tækir svolítið tíma, þetta er svolítið margir punktar. Og við ítum hérna Finish Surface og kemur þetta svona. Það er ekkert að sjá, við erum hérna í lóðinni, húsið er þetta horfið. Kíkjum að þessu 3-tíð. Og breytum hérna visual-talinn í Shaded. Og sjáum það að þetta er orðið svona landslag og byggingi sjálf hérna fyrir neðan og sýnum ykkur svo hvernig við færum hana upp. En hérna erum við komnir með landslagið inn, byggða á átakaskránni sem var með hæðalínu sem að sýndi okkur hérna, við vorum stiltir í rétta hæðir og við fengum landslagið.